Já, nú ætlum við að taka vaxtadæmi á blaðsíðu 15, 1156. Dæmi 1156. Og það stendur að 800 krónur eru lögðar inn á reikning sem gefur 3% ársvexti. Hver verður innistæðan eftir 3 ár ef vextir eru reiknaðar mánaðarlega? Og við höfum þá hérna jöfnun okkar góðu sem að segir að HN, það sem við færð, er jafnt á H 1 pluss I sem eru vextirnir og í N sem eru tímabilin. Og okkur er gefið í dæminu að H-ið 800 ársvextirnir eru ársvextir eru 3% og tímabilin eru 3 ár mánaðarlega. Það er að segja N er jafnt á 3 ár. Það eru 3 ár. Og við þurfum þá að breyta þessu af því að það stendur í dæminu að við ætlum að reikna vextina mánaðarlega. Og við þurfum að byrja á því að breyta vöxtunum vegna þess að 3% hérna eru ársvextir. Þá verðum við að segja fyrst að I er jafnt á 3 deilt með 12 jafnt á 0,25%. Og 0,25% deilt með 100 er jafnt á 0,0025. Þetta er sem sagt vextirnir á mánuði. Það er að segja 0,0025. Tímabilin, það er að segja N, er jafnt og 3 ár eru sem sagt 3 sinnum 12 er jafnt á 36. Þannig að ef við setjum þetta svo inn í jöfnun okkar hérna góðu, þá er sem sagt H N það er jafnt og það eru sem sagt 800 krónur þarna sinnum leggum saman 1 pluss 0,022 er sem sagt 1,0025 og tímabilafjöldin er 36. Þetta hérna getur þú svo slegið inn í tölvuna þína, ég er ekki með tölvu þannig að HN er þá jafnt og það var 1156 1156 1156 eru
875,24 krónur. Það er sem sagt